Góðan daginn, takk fyrir að hlusta. Ég ætla að halda áfram að tala byggingar. Húsnæðisskortur. Það ríkir neyðarástand í þeim málum. Það eru allir sammála um. Hvað er þetta að gera? Jú, það er þetta að stíga lítil skref sem ekki kosta opinbera neitt að ráði og við getum stigið þessi litlu skref og haft kannski töluverð áhrif á markaðinn. Við byrjum á þessu að þegar að menn hafa fyrir þá sem búa í einbýlishúsi eða raðhúsum eða í blokkum, þeir sameinast þá það að byggja lítil hús sem eru kannski 30-40 fermetra á lóðinni á sinni lóð. Þetta á að vera mjög einfalt að framkvæma þetta. Þetta er bara nánast tilkynning til yfirvalda. Þetta er fyrir utan skipulag og deiliskipulag og þetta er bara tilkynnt og svo er byggt þarna hús og það má vera kjallari þannig að það næst kannski 60-40-80 fermetrar. Allt þetta er atvikum. Þetta má leigja út og þetta er skattfrjálst. Það má halda áfram. Menn geti skipt sínum eignum, hvort sem það er einbýlishús eða raðhús, stór raðhús, skipt sínum eignum. Það er fyrir utan skipulags- og byggingarlög og þegar menn gera þetta þá er það bara með einfaldri tilkynningu. Við sleppum öllum skráningatöflum, öllum eignaskipta yfirlýsingum og svo framvegis. Við sleppum því. Við þurfum að breyta því skipulagi, hafa þetta öðruvísi, hafa þetta einfaldara og við getum haldið áfram. Ef það þarf að mögulega gera kvisti, setja svalir, kannski bæta við pínulitlu við húsið sitt eða þá geymslurými eða einhverju slíku. Þetta á að vera mjög einfalt og á ekki að þurfa að reyna skipulagsbreytingar á því vegna þess. Þetta truflar engan, við vitum það. Svo komum við að því að menn geti fengið ódýrar lóðir og geti byggt sjálfur og þar þarf að verða stórfelld breyting á umhverfinu með það. Hvort sem menn að byggja einbýlishús, eða þá hvort menn að byggja raðhús, eða hvort að menn taka sér saman og byggja fjölbýlishús. Þetta er líka hægt. Þarna þarf að einfalda umhverfið og gera þetta svona eins og, hvað hefur að segja, þannig að þetta sé framkvæmanlegt á þess að leggja út í gífurlegan kostnað sem skilar engu. Það er þannig sem að við gerum þetta. Þetta ætti að vera frekar þægilegt að útfæra þetta. Það er ekki, þetta þarf bara einfaldlega í raun og veru bara reglugerðar og lagabreytingu og það hefur verið gert annað eins. Það er ef við tölum hindranirnar sem í þessu öllu saman kringum þetta, ég held að það sé ekki kannski rétt í þessu myndbandi að vera að tala um það, en ekki mjög djúpt. En auðvitað þurfa menn að skoða fjármögnun á þessu öllu saman, ef þarf að fjármagna. Það er pínulítið annað og við skulum koma þannig inn á það öðruvísi og seinna. En ég ætla ekki að hafa þetta myndband lengra í bili og þakka þeim sem hlustuðu.